Velkomin. Takk fyrir. Mætti ég spyrja þig hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú kemur? Já, ég heiti Nanna Margrét, ég kem frá Miðflokknum og ég í framboði fyrir Suðvesturkjördæmi. Það var búið að lofa okkur því að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það átti að lögfesta samninginn árið 2019. Hversu lengi þurfum við að bíða í viðbót? Af hverju eru málefni fatlaðra alltaf sett á bið? Já, þegar gefið loforð, þá á að standa við þau. Við vorum ekki í ríkisstjórn núna, þannig að hversu lengi þið bíða, ég vona að þið þurfa ekki að bíða mikið lengur heldur en á nýju kjörtímabili. En ekki bara þurfa að lögfesta samninginn, það þarf að fara ofan í hann líka að þessu má kannski bæta við hann sem að á betur við á Íslandi. Þannig ég held að það þurfa að setja þetta í forgang vegna þess að þið hafið beðið allt of lengi. Meðan þinn flokkur beita sér fyrir því að stofna mannréttindastofnun. Því okkur hefur verið sagt að ekki sé hægt að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna fyrr en það búið að stofna mannréttindastofnun. Ég persónulega myndi vilja fá það meira hreint að það væri þannig og mannréttindastofnun þyrfti að vera til staðar. Ég vonandi sé ekki afsakarinn sem sagðar við ykkur. Ef þetta að hreina það þarf að vera mannréttindastofnun, þá þyrfti að skoða það, en ég held að við þurfum að passa okkur að vera ekki að bæta við stofnanir, heldur þurfum við að minnka flækjustigið þannig að fjölskyldur, bæði fatlaðir einstaklinga og fatlaðir einstaklingar sjálfir, þurfi ekki að vera að eiga við nýtt og nýtt kerfi í ofanálag við allt annað. Hvernig ætlar flokkur þinn að reyna að auka möguleika og búa til tækifæri fyrir fatlaða til að vinna á almennum vinnumarkaði? Já, ég hef nú svolítið sterkar skoðunar á þessu. Ég hef sjálf tala mikið fyrir því að mér þykir eins mikið umhverfismálin góð, þá þykir mér að þau hafa tekið yfir svona samfélagslega ábyrgð hjá fyrirtækjum, þannig að þessi þáttur hefur gleymst. Við þurfum virkilega að efla það að úrræðin sem fyrirtækin hafa, það þarf að styðja við þau, gera út til hvata, þannig að fleiri fatlaðir séu ráðnir í vinnu. Það skiptir ekki bara máli fyrir fatlaða einstaklinga, það skiptir líka máli fyrir alla fjölskyldur þeirra. Hvernig myndu þið vilja bæta aðgengismál í samfélaginu? Ég held að víða sé pottur brotinn þar og við þurfum líka að bæta aðgengi að hjálpartækjum. Við þurfum að bæta aðgengi, bílastæði, búðir og allt það. En ég held að þetta kom hluti inn í velferðarkerfið að það þarf hreinlega að taka svolítið stórt átak í þessu og jafnvel auðvitað snýst það styrk til einstaklingana. Það þarf í raun og veru fræðslu fyrir marga verslanir og fyrirtæki. Ég held að þetta hefst ekki nema með mjög meðvitað átaki. Hvernig ætlar flokkur þinn að auka við fjölbreytni í námsmöguleikum fyrir fatlaða? Þá held ég að við séum að tala aftur að það þarf að koma svolítið skýr skilaboð frá þeim stjórnvöldum sem að verða ráðandi að sem flestir skólar hafi möguleika þannig að til að taka við fötluðum einstaklingum, það sé hvati til þess, þannig að fjölbreytnin sé til staðar að velja úr, þá held ég að mjög mikið eins og iðn- og tæknigreinum, þar þarf að búið til meira pláss og flýta uppbyggingu eins og tækniskólan sé Hafnarfirði og hafa eitthvað þá sterklega í huga sem að vilja aukið framboð til náms. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega.